Nemendur í menntaskólanum á Akureyri standa nú fyrir hreinsun á strandlengjunni við bæinn. Þetta eru alls 128 nemendur og kennarar en nemendur í vist og umhverfisfræði fara fyrir hópnum og sjá skipulag og verkstjórn. Við hittum 2 verkstjóra sem voru önnum kafnir við ruslatínslu og spurðum það út í verkefnið. Þetta er í rauninni áfangi í skólanum sem heitir vist og umhverfisfræði sem eru fjórðu bekkingar. Við erum 15 í þessum áfanga eitthvað og þetta er lokaverkefni okkar í áfanganum. Við erum reyna að gera eitthvað sem snertir umhverfið og það sem er í kringum okkur í staðinn fyrir að vera bara að skrifa það sem við erum búin að gera bara núna fram að þessu. Og já, við erum að ganga alla strandlengjuna frá flugvellinum og út að Bekkrumál og tína bara rusl það sem er á veginum okkar. Og þessi hugmynd, er þetta eitthvað sem kviknaði sameiginlega í þessum tíma? Var þetta eitthvað sem kom frá kennurunum eða hvernig var það? Þetta er búið að þróast bara síðan áfangi byrjaði eiginlega og eins og Úlfar sagði þá er markmið áfangans kannski að hafa áhrif í staðinn fyrir að vera bara skila verkefnin inn til kennara. Og kennararnir kannski stungu upp á hvort við myndum vilja hafa eitthvað loka verkefni sem væri þá akkurat að hreinsa bæinn og það tók allir mjög vel í það. Þannig að við erum búin að plana þetta núna svolítið lengi. Kennarar og nemendur saman eiginlega bara. Er þetta nýtt á nálinni? Þetta hefur ekki verið gert áður í skólanum? Þetta hefur ekki verið gert en ég er bara ekki viss hvort að þessi áfangi hafi verið kenndur áður. Ég veit ekki hvernig hann hefur verið en svona verkefni hefur ekki verið gert. En það eru samt á hverju ári þá fara fyrstu bekkingar upp í Kjarnaskóg og tína rusl þar og þetta er í rauninni bara breyting á því og það er farið hérna í staðinn þar sem hefur ekki verið farið hérna neitt á síðustu árum. Ekkert svona markvisst. Og hvaða svæði er þetta? Er þetta bara öll strandlengjan? Já, þetta er í rauninni öll strandlengjan eins og ég sagði frá flugvellinum og hingað út að Bekkrumál. Nokkuð stórt svæði en við erum eitthvað í kringum held ég 120 eða 30 sem erum að taka þátt í þessu og skiptum okkur niður í einhverja 5-6 hópa og dreifum okkur á svæði. Þannig að þetta ætti alveg að ganga Og þið eru að skarta svona glæsilegum gulum og appelsínugulum vestum. Hvað þýðir það? Eru þið að stýra þessu? Já, það var svona hugmyndin. Ég og annar í fjórða bekk erum í appelsínugulum og Úlfar ákvað að taka gult til að standa meir út úr. Já. Þannig að hann er leiðtoginn í hans augum kannski en við erum nú saman með þetta. Og er mikið rusl? Hvernig er það? Þetta er gríðarlegt magn af rusli og þá aðallega plast, mestmegnis og við erum að flokka þetta. Í annan pokan fer plast og síðan fer bara almennt sorp í hinn, bara pappi og annað og þetta er mjög mikið magn og aðalega þá plast og burðarpokar þá aðalega, burðar- og ruslapokar. Kemur þetta ykkur á óvart hvað þetta er mikið? Kannski ekkert rosalega miðað við svona plastneyslu Íslendinga. Ég meina þegar þú ferð í búðina og kaupir í matinn þá er alltaf tekið nýr og nýr plastpoki. Þannig að það er til gríðarlega mikið magn af plasti og einhvers staðar þarf þetta að vera og það er fullt af fólki sem eru bara sóðar og henda þessu út í umhverfið. Þannig að þetta er kannski bara, við sjáum bara afleiðingarnar af því. Og þið talið þessar afleiðingar. Er þetta eitthvað sem að þið höfðu hugsað og voru meðvitaðir áður en að þið byrjuðu í þessum áfanga og komu hingað að hreinsa? Já, við erum náttúrulega báðir frá Dalvík, þannig að við erum mjög umhverfisvænir, sveitadrengir. Ég held við séum báðir á þeim nótum, það ekki? Já. Við kannski, áður maður fór í áfangan, þá var maður kannski ekki alveg jafn vel upplýstur, en núna eftir að maður er búinn að lesa í gegnum bara einhverja glærupakka og skoða eitthvað svona dót, þá sér maður miklu betur hvað þetta er raunverulegt vandamál. Maður heyrði alltaf þetta en maður sér þetta með berum augum núna og áttar sig kannski frekar á þessu. Manni finnst að fólk eigi bara að henda rusli í ruslatunnuna og það eigi ekki að enda út í náttúrunni en á meðan þetta er svona, hver finnst ykkur að eigi að bera ábyrgð á þessu? Finnst ykkur eðlilegt að þið séuð að tína þetta eða finnst ykkur að þetta ætti að vera partur af einhverju sem að bæjarfélagið stendur fyrir? Í fyrsta lagi þarf þetta náttúrulega að fara út í náttúruna og á meðan fólk hendir ekki rusli út í náttúruna þá er ekki neitt rusl og það er kannski í fyrsta lagi bara að mennta fólk eða kenna fólki að vera vitundavakning í því að ganga rétt frá ruslinu og kenna því að flokka og þegar það er í lagi þá minna rusli í náttúrunni. Nú eru þið fulltrúar ungu kynslóðarinnar, haldið þið að unga kynslóðin beri meiri virðingu fyrir náttúrunni heldur en þeir sem eldri eru? Það er mikið búið að tala þetta undanfarið. Hvernig sjáu þið það? Ég held að það sé þannig allavega mikið fræðsla komin inn í
menntaskóla núna og grunnskólanir líka, það er byrjað að flokka í þeim og ég held að yngri kynslóðin sé mun upplýstar það hvernig þetta og viti betur kannski hvað hann á að gera til að framtíðin betri. Er þetta eitthvað sem þið sjáu fyrir ykkur að gæti orðið árviss viðburður á vegum menntaskólans? Það er eins víst, það er náttúrulega bara ekkert vitlaust sko. En þá mætti bara fara á fleiri svæði og hreinsa sko. Það er alltaf nóg rusli.